Já, komiði sæl og blessuð og velkomin í Bridds þátt samstöðurinnar. Við reynum að halda úti umræðum Bridds annan hvern sunnudag og í dag eru komnir tveir góðir gestir. Við ætlum að ræða til sem dæmi skemmtilegt, svona létt og skemmtilegt Briddsmót sem haldið síðsumars ár hvert á Borgarfirði eystra. Og svo ætlum við líka að ræða afrek, nýlegt afrek. Í síðustu viku fór sveit vaskraspilara hérðan frá Íslandi til að keppa á mótaröð sem að ferðast heimsókna á milli. Kallast World Bridge Tour og spila var í Kaupmannahöfn og okkar menn náðu frábærum árangri. Og gestur okkar í dag eru Aðalsteinn Jörgensen, landsliðsmaður og heimsmeistari, gamall og stigahæsti spilari landsins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Og Hallveig Karlsdóttir, þú ert svona ekki komin alveg eins langt í spilinu og alli. Nei. En þú ætlar að tala skemmtilegt mót sem að lauk fyrir nokkrum vikum á Austurlandi. Þannig að þema dags í dag verður svolítið svona að fjalla ólík Briddsmót. Bridds hvað maður að segja, þetta hús hefur margar vistarverur og það hægt að fara í það með leikinn einn að vopni og vonum skemmtilegan félagskap eða fara alla leið. Eigum að byrja á því, Hallveig, af því að það ekkert langt síðan til dæmis ég kynntist þér. Nei. Við Briddsarar sem að keppum. Já. Við náttúrulega þekkjumst öll. Og hvað langt síðan þú byrjaðir að spila keppnisbridds? Sko, ég læriði spilið, ég held að allir sé ekki komið 4 ár. Það ekki meira? Nei. Og ég byrjaði eiginlega bara að keppa strax. Þú ert ein örforra sem með þá sögu? Já. Já, skemmtilegt. Við vorum ekki mikið búnar að spila, ég og Svanhildur. Nei. Þegar við byrjuðum bara að keppa, sko. Hvað af því að nú eru margir sem eru einmitt lengi að taka skrefið að byrja að keppa. Svona, af hverju gekk þetta svona smurt hjá ykkur að hoppa bara beint yfir þessa línu? Ég veit það ekki, við vorum bara alveg ofsalega áhugasamar. Okkur þótti þetta alveg ótrúlega gaman og við fórum alveg bara all in. Og við einhvern veginn sáum fram á að við þyrftum bara að keppa til þess að læra meira og kynnast fleira fólki og það var bara takmarkið að gera það, þannig að við vorum bara svolítið fljótar að koma okkur þangað, sko. Já, og strax gaman. Já, bara ótrúlega skemmtilegt. Vel tekið? Já, ég myndi segja það. Það var mjög vel tekið á móti okkur. Virkilega. Já. Kvennabridds að vaxa ásmegin, það alltaf fleiri konur að spila og þær eru í miklu meiri hluta nýliða, þeir eru sem sækja námskeiðin. Já, akkurat. Já. Það frábært. En sumar konur segja að það sé samt ennþá ekki alveg jafnrétt í þessu og svona það sé erfiðar að finna tíma og þær svona þurfi aðeins að réttlæta sig eða útskýra sig meira í spilinu heldur en kallar. Heldur það sé ennþá þannig? Ég veit það ekki, sko. Ég hef nú ekki upplifað það, sko. Nei. En það gæti svo sem vel verið, sko. Já. En, já. Einmitt. En það búið að vera mjög svona alveg sammála því að við fögnum hverjum nýjum eins og Hallveig. Þetta gaman þegar bætist við í keppnisókn okkar. Já, nákvæmlega. Og það vakti til dæmis mikla athygli hvað raunverulega ykkur gekk vel miðað við litla reynslu og vera vera byrjendur. Þannig að það var mjög gaman að sjá það, og maður fagnar hverjum nýjum spilara sem kemur. Það er ekki spurning. Og mikill metnaður, þú fórst til Madeira að keppa þar. Já. Og hefur verið virk í Íslandsmótum. Já. Ég er búin að spila mikið við Hermann Friðriksson. Já. Og það er búið að vera alveg frábær reynsla fyrir mig, því hann er mjög góður spilari. Já. Og við erum búin að standa okkur alveg, höfum staðið okkur mjög vel. Já. Spilar þú keppnisbridds bara til þess að vera með og hafa gaman eða viltu alltaf vinna? Það er svolítið mismunandi. Já. Það er bara mismunandi
sko, já, hvaða kröfu maður gerir hverju sinni, sko. Já. Þú veist, ef maður til dæmis ekki búin að vera lengi við spilaborðið, bara eins og þarna á mótinu í sumar, þá var ég að spila við Bjarna Sveinsson, föðurbróður minn, Já. og við vorum lítið sem ekkert æfð, ekkert búin að spila í allt sumar, og þá náttúrulega fer maður bara með það hugafara, maður er bara að hafa gaman, sko. Já, og veldur svolítið að staðum. Já, það gerir það, sko. Já. Áður en ég fer til Kaupmannahafnar með þér, Ali, þá ætla ég einmitt aðeins að hérna grípa þetta tækifæri, þetta kjú frá þér og ræða þetta skemmtilega mót sem að þið stóðu fyrir á Borgarfirði eystra. Já. Má ég biðja þig á því má ég byrja á því að biðja þig um að sýna okkur verðlaunagrip? Hvað er þetta? Heyrðu, þetta er hreindýrafótur. Já. Þetta er sem sé farandgripur sem að vinningshafar fá. Já. Og þetta getur verið stofudjásn hjá þeim í ár. Í 1 ár. Já. Já. Hann Skúli sem að minningamóti er haldið utanum, hann var sem sé hreindýraeftirlitsmaður. Já. Og félag hreindýraeftirlitsmanna gaf 4 fætur. Var það Skúli sem lést í flugslýsinu? Nei. Nei, hann var bráðkvaddur. Já, hann var bráðkvæður. Já. Já. Hann dó 2018. 2018. Já. Já. Og þá var haldið sko fyrsta minningamótið hann. Já. Og þá kunni ég ekki breidd, sko, þannig að ég var bara svona áhörfandi á því móti. Já. En svo ákvað ég það að næst þegar yrði haldið mót, þá ætlaði ég að vera búin að læra bridds. Já. Og ég ætlaði að keppa á því móti. Nú, það er svona fallið saga bak við þetta. Já. Og svo var það nú ekki haldið, ekki fyrir en pabbi hringir í mig, þannig árið sem hann hefði orðið 60. Það var sem sé árið 2022. Já. Og kemur með þessa hugmynd hvort við ættum ekki að halda mót. Já. Og þá var ég nýbúin að læra bridds. Já. Þannig að við fórum bara í það. Þið létu vaða. Já. Og hafið þið haldið þetta mót þá óslitið frá 2022? Já. Já. Við höfum gert það. Sem sagt 4. sumarið í röð núna. Já. Og þetta er náttúrulega, þetta er mikið afrek að fara svona langt frá höfuðborgarsvæðinu. Það sem spilararnir eru flestir. Það er líka hægt að komast lengra. Nei, það er ekki hægt að komast lengra. Það er alveg rétt. Þannig að þetta er svolítið ferðalag, sko, en þetta er ofsalega létt og skemmtilegt mót. Já. Alveg virkilega og gott fyrir fólk að komast aðeins í sveitina og þetta er voða skemmtilegt, sko. Já. Hvernig laðarðu fólk að mótinu? Er það, sko, felst galdurinn í því að búa til umgjörð það að þetta snúist eitthvað meira en að bara hittast og spila bridds? Já. Við sko, móti núna í ár, það var nú ekki mikið auglýst. Nei. Að ég held, sko, við vorum náttúrulega svolítið duglega að auglýsa fyrst og ég held að þetta sé svona mót sem að auglýsa sig bara svolítið sjálft. Já. Af því að fólk er alltaf alveg ofsalega ánægt og finnst rosalega gaman að koma. Já. Þannig að Og þetta mót er til marks að, getum við ekki bara sagt það, fullum fettum hver sem er þarna velkominn. Jú, allir eru velkomnir. Þú getur komið þarna sem byrjandi og eins og háttaði til þig. Já. Og þá er ekki sko þessi mikla keppnisharka, þótt það sé eftir miklum og fallegum hreindýra fæti að slægjast. Já. Já. Þannig að andrúmsloftið á svona briddsmóti er kannski allt öðruvís en þegar þú ert að taka þátt í móti baráttuðina bestu. Já, þetta er svona léttara og það er það. Og er boðið upp á eitthvað svona skoðanaferðir, prógram, mat og drykk? Já, við erum með prógram, það er náttúrulega rosalega veglegar veitingar. Innifalið í keppnisgjaldinu er sko hádegismatur og miklar kaffiveitingar sem mamma og pappi sjáum. Já. Og svo förum við í svona bæjargöngu og það er boðið upp á landasmakk sem sem að Skúli bruggaði. Og það er sko ennþá til. Og bara virkilega góðu landi, skils mér. Jú, og svo kynnum við svona Borgarfjörð og reynum að gera eitthvað skemmtilegt, sko, sérstaklega ef að veðrið er gott. Þannig að, og svo er bara hátíðarkvöldmatur og svo er yfirleitt alltaf einhver á gítarnum og það er sungið og dansað fram á nótt.
Og britsar sem sagt vinir. Já. Já. Vinir og félagar. Já. Gera sér glaðan dag. Já, það má alveg segja það, sko. Já. Og myndu halda áfram með þetta mót næsta Já, sumar? við gerum það. Við gerum það, alveg. Fáið þið styrk frá, hvað maður að segja, sveitastjórnum, héraðsyfirvöldum einhverjum? Við höfum stundum fengið styrki, já. Já. Þetta er náttúrulega heilmikil búhnykkur fyrir hérna, er búhnykkur neikvætt orð? Ég man að þetta aldrei. Þetta er búbót. Búbót, já. Við getum sagt það. Já, við getum sagt það. Þetta er mikil búbót fyrir svæðið. Já, það er það. Já, einmitt. Og hérna eru til dæmis á sumum ofursterkum mótum þá er kannski kallað oft á keppnistjóra og svona stundum svolítið vesen. Já. Það er kannski ekki ríkjandi þarna í þessu móti. Nei, alls ekki. Nei. Það er sko, oftast hefur hann Sigurður Skagfjörð, stórvinur minn, verið svona spilandi keppnistjóri. Já. Og hann leggur upp úr því bara að ágreiningur sé leyst yfir borðið. Já. En svo höfum við líka einu sinni haft keppnistjóra, hann Þórð, Ingólfs, og og það var bara eins, það var ekki dvesen, sko. Nei. En það var svona, það er svolítið álag að vera spilandi keppnistjóri. Já. Þú veist af því það er ofta eitthvað svona tækni vandamál og eitthvað, þannig að Aumingja Siggi, hann var alveg út á suðugreið og líka að reyna að spila, þannig að stundum mikil vinna. Já. Alveg verðum við ekki að skerla okkur austur einhvern tímann? Jú, Þið væri svo velkomir, sko. Það hljómar rosa vel. Ég veit að frúin mín, hún Svala, hún hefur oft nefnt það, sko. Það má vera að það bara við skellum okkur næst. Þetta hljómar mjög skemmtilega. Ég myndi samt láta svona, hvað með persónulega var það, ég myndi láta landan eiga sig, sko. En það er ég bara að tala fyrir mig. Já, það er gaman að heyra þessu og þetta er svona til marks um það hvað tónar bridge-lífsins hér á landi eru margir. En þá ætla ég aðeins að fara yfir í annan tón. Ég ætla að fara svona í keppni þeirra bestu, ekki bara á landinu heldur bara í heimi. Er það nokkur íkjur að halda því fram að þetta mót sem að þú varst að taka þátt í með 5 öðrum íslensku spilurum í Kaupmannahöfn í síðustu viku, er þetta ekki bara eitt sterkasta mót sem er haldið? Jú, þetta er mjög sterkt mót. Þetta er ekkert fjölmennt. Nei. Það eru kannski svona 20 sveitir yfirleitt. Já. En þær eru mjög vel skipaðar. Já. Þannig að það er engin byrjendur þar. Nei. Og það er ekki mörg svona mót haldin á hverju ári. Nei. Þau hafa verið svona 3 til 5 kannski. Já. Undir þessum hatti Masters World Bridge Tour. Eða ertu bara að tala um... Já, undir þeim hatti. Já. Og við erum alltaf svo heppin að hafa hér árlegt mót í janúar. En sko... voru það rúmlega 20 lið? Þetta voru 22 lið. Já. Og hvað eru margir sko af er ekki margar sveitirnar eru skipaðar margföldum Evrópu heimsmeisturum, ekki sagt? Jú, það voru margir heimsmeistarar þarna og stigaðastu menn bara heims. Já, einmitt. Og já, þeir sem hafa verið að gera garðinn frægan bara undanfarin ár. Já. Þannig að þegar þið sátuð í vélinni á leiðinni til Kaupmannahafnar þá áttuð þið kannski ekkert vona á því að komast í fjörlega úrslit eins og reyndin varð. Jú, ég veit ekki hvað var raunhæft, sko, en okkur langaði náttúrulega mikið að gera okkur gildandi með þeirra bestu. Það er ekki spurning og við vorum búin að undirbúa okkur nokkuð vel og það er góð randi í hópnum og svona sem færir manni oft góða hluti. Já. Þannig að við áttum alveg vona á hverju sem var. Já. Mér finnst þú fyndið þá skulir að nefna orðið raunhæft. Það skýtur mér í huganum aftur til 1991
þegar þið eruð einmitt hérna Keflavík og enginn reiknar með að þið munið hérna blanda ykkur í úrslitin í gullbaráttuna í Yokohama en Björn fyrirliði Eysteinsson, hann fær eitthvað hugboð, hvað sem nú raunhæft eða ekki og fer inn í einhverja sjoppu og kaupir kasettu með íslenska þjóðsögnum. Ef skeið kynni og nokkur síðar eru þið orðnir heimsmeistarar. Það var nú ekki talið mjög raunhæft markmið. Já, Björn taldi það sko að hérna japansku aðilarnir sem væru að sjá á móti það, þeir myndu örugglega vilja spara einhvers staðar sko og þeir væri bara að reikna það út sko að Ísland myndi örugglega ekki vinna, þannig þeir hefðu væntanlega ekki hennan þjóðsöng sko á snældu. Þannig að Björn ætlaði að bjarga því fyrir þá. En auðvitað voru þau búin að redda því eins og öðru. En já, hversu raunhæft sko, við endum í 4. sæti á Evrópumótinu. Við endum á 4. sæti á Evrópumótinu þar sem við unnum réttinn til að fara til Japan. Já, einmitt. Og það, mér finnst alltaf verið skemmtileg sagan hérna sko, sem sagt að það var einn danska landsliðinu sem að hérna Danirnir voru eitthvað að æfa fyrir þetta mót, þeir voru að æfa hérna og sem sagt og þeir það var eitthvað verið að pæla í því að við myndum spila einhvern svona æfingarleik við þá. En þeir höfðu nú enga trú á Íslendingur sko. Æfa bara að æfa á móti Íslendingum? Nei, það borgar sig nú ekki, það nú ekki gáfulegt. Þannig að en svo bara allt í einu urðum við heimsmeistarar, þannig að þetta var svona dálítið sérstakt hvernig spilaðist úr þessu. Danski hrokinn. Ég veit ekki hvað það var sko. Já, þetta var mikið ævintýri. Ég var að tala um það í útvarpinu núna í vikunni að hérna nú þegar við erum komin með beinar útsendingar á föstudagskvöldum undir rafíþróttum Símans á leikjum að kannski þyrftum að bara fara aftur til ársins 1991 til þess að minnast þess að hérna menn væri að fylgjast með beinni útsendingu af britsleik. Þú varst ekki fædd, var það? 91? Jú, ég var 3 ára. Varstu 3 ára? Já. En þetta er sennilega ekki umbylt þínu lífi, 3 ára gamalli. Aldeilis ekki. Gerði það hjá mér, sko. Já. Það var ekki fyrir en Alli og félagarurinn heimsmeistara sem ég fór að keppa í britsklúbum á höfuðborgarsvæðinu, sko. Okay. Þannig ég held að það hafa verið eins með marga. Og það getur vel verið að núna þessi góði árangur ykkar endi 4. sætið þarna úti, hann muni hvetja einhverja til þess að taka skrefið og hérna annarkvort læra spilið eitthvað pínlítið í því eða koma sér af heimilunum yfir í klúbana. En áfram með smérið, hvað varðar Kaupmannahöfn. Þið sem sagt farið þarna 6 kempur út, burtséð frá því hvað er raunhæft og ekki raunhæft, þá náttúrulega blundar draumurinn góðan árangur. Og það tókst svo sannarlega. Hérna, við fylgdumst með ykkur á netinu, á BBO, Bridge Base Online, sem er ekki víst að þið öll vitið að er Bridge Forrit, þar sem maður getur fylgst með viðregnum og hérna mæli með að þið klekkið á því. En hérna, og þetta var sko á einhverjum tímapunkti, hvort það voru degi 2, þá voru þið bara á toppnum. Já, þetta byrjaði bara alveg ágætlega hjá okkur sko. Og við vorum eiginlega, já, við vorum svona að rokka við toppinn og kannski í 4., 5., 6. sæti eiginlega allt mótið. Það voru ekki margir leikir sem við töpuðum stórt, þannig að þetta var svona bara jafnt og þétt. Og þannig að, já, ég myndi segja að þetta hefði ekki sko. Já, þetta var svona bara jafn og þéttur árangur sem að skóp þetta í raun og veru. Já, og mjög góður endasprettur. Þið unnuðu þau síðustu 4 eða 5 leikina og flestan með svona smámun. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, síðasti dagurinn var, 4. dagurinn var mjög góður. Já. Þetta er samt 5 daga mót, fyrstu 4 dagarnir eru þessi undankeppni, þar sem allir spila við alla. Já. Og síðan er það 4 efstu þjóðirnar sem komast í úrslitin. En hinn halda áfram á síðasta degi sem í bara gamla mótinu. Já. Bæta við þau stík sem við vorum með þar. Já. Og einmitt, þegar mest lá við, þá hérna á þessum lokadegi, þá
þá gengur ykkur best. Hvað heldur það hafi svona tekist best hjá okkur á þessum móti ef þú miðar við fyrri frammistöður íslenska landsliðsins, því að við höfum svolítið saknað þess að sjá ekki aðeins betri árangur? Það náttúrulega þannig að sko, aldurinn hefur færst yfir sko, marga þessar spilara og Íslendingar sem eru í þessum afreksmannahópi, í þessum landsliðshópi, þeir eru ekki eins duglegir að fara erlendis á mót eins og þeir áður gerðu. Og það skiptir svo miklu máli. Það skiptir svo miklu máli að keppa við þá bestu, að prófa aðferðir og prófa hluti og sjá hvort að það gengur á móti þeim bestu. Ef við erum bara í okkar litlu búblu hérna á Íslandi og prófum einhverja hluti, skilurðu, og þeir kannski ganga upp, en þá er alltaf þessi spurning, gengur það upp á móti þessum bestu? Ég meina, munum þeir bregðast öðruvísi við, leysa þeir vandamáli og allt það. Þannig að það er náttúrulega mjög mikilvægt að fara á þessi sterku erlendu mót og þannig fer manni fram, sko. Já, þegar þú vitnar til þessara gömlu daga, þegar þú segir að bestu spilararnir hafi farið oftar á móti erlendis, greiddu þetta úr eigin vasa eða voru einhverjir styrkir, einhver stuðningur? Það var nei, það var yfirleitt bara úr eigin vasa, sko. Þannig að maður þurfti náttúrulega að hafa mikla ástríðu fyrir spilinu, að vera tilbúin að fórna, sko, vinnu og síðan borga helling. Þannig að já, en það gerðum við nú samt sem áður. Kannski áður en ég fer svona í árangurinn frekar, þá allt í lagi að við erum aðeins það núna í sambandi við þetta veraldlega umhverfi þessa móts, að má ekki segja að þetta sé í boði eins vel unnara bridds íþróttarinnar á Íslandi? Jú, það má nákvæmlega segja það. Einar Guðjónsson hefur styrkt landsliðsmálin. Ég held að peningarnir hefur sko eigi að beinast að landsliðinu. Það er hans ósk að hann hefur styrkt það mjög myndarlega og það hefði aldrei verið möguleiki á að fara á þetta mót nema með þeim stuðningi. Það kostar töluvert mikið að taka þátt í þessu. Mótið haldið á sko 5-stjörnu hóteli og þá við höfum ekki sko haft ráð að gista þar, þá við vorum reynda bara í Airbnb eitthvað stutt frá. Að þá allavega þá samt kostar helling að taka þátt í þessum móti. Keppnisgjöldin eru mjög há. Og það gerir það verkum að sko þáttakan aldrei sko mjög mikil. Það eru bara þessar sveitir sem telja sig vera hvað bestar í heiminum sem að hafa áhuga að taka þátt út af kostnaðinu. Þannig að þetta er bara einhver hugsjón hjá Einari Guðjónsson sem býr í Bandaríkjunum eða ekki? Jú. Businessmaður þar, allan maður? Já, hann á einhverja peninga í handraðanum augljóslega og hann alltaf var spilafélagi Jóns Baldurssonar heitinn og ég held að hafi verið í samræðum við Jón sem Einar ákvað þetta. Og á þeim tíma einmitt átti Jón að verða landsliðseinvaldur og stýra þessum málum og hafa þá þetta fjármagn til þess að hlaupa upp á til þess að gera þetta betur. Jón fellur svo frá fyrir allt fram. En styrkurinn heldur áfram og þessi reynsla ómetanleg fyrir ykkur að fá þetta tækifæri. Já. Eins og ég segi, það er svo mikilvægt að prófa aðferðirnar gegn þeim bestu, þú veist. Og jú, það augljóslega þá í þessu móti sannaðist það að margt sem við gerðum við vel og hinir og andstæðingnir áttu ekki svör við því eða allavega við skoruðum allavega nægilega vel til að koma okkur þarna upp í þessi fjaralega úrslit. Hafið þú einhvern tíma Harlaug til þess að fylgjast með leikjunum? Nei, því miður. Þannig að ég get ekki rukkað þig einhver svona álitaefni við borðið.
ég hafði ekki tíma að búið að vera mikið að gera í vinnu og sveitinni. En er þetta ekki glöð að heyra það hvað en gekk vel? Jú, æðislegt. Bara ótrúlega frábært. Við þurftum svolítið á þess að halda svona góðum fréttum. Já. En Ali, hvað var það? Hvað gekk best hjá okkur? Við getum skipt bridgespilinu niður í nokkra þætti. Það er náttúrulega sagnir. Ég hef tekið eftir því til dæmis í úrvalsdeildinni í bridge sem að sýnt beint frá föstudagskvöldum undir rafíþróttum Símans. Þar eru það sagnir til þeim síðastliðið föstudagskvöld. Það voru það eiginlega sagnir sem að veltu hverju með einasta imba. Það var ekki úrspilið, það voru ekki útspilin. Jú, það kom fyrir að það var einhver vörn sem að náði sem var glæsilega, en þetta var eiginlega allt í sögnum. Hvað gekk best hjá okkur? Já, þetta er alveg rétt, já, sagnir eru það sem skiptir öllu máli, sko. Já. Þegar menn eru konur á þetta level, þá er úrspilamennskan ekki, þá er hún ekki endilega svo mikið vandamál og vörnin náttúrulega getur verið erfið og en ég myndi halda að bara hörin eru býsna góð í kerfum, myndi ég segja, öll. Bessi og Maggi búa svona, þeir náttúrulega spiluðu mikið áður fyrr og Bessi var reyndar rosalega gaman að flækja hlutina við misjafna hrifningu Magnúsar en sá sem áður þá virtist þeir nú hitta vel á það og Bjarni og Matti þeir eru að spila kerfi sem Bjarni hannaði og kann að skila á og Matti mjög góður í kerfum þannig að við Birkir erum bara svona frekar einföldum precision og þannig að já, kerfin voru bara fín hjá okkur og augljóslega alveg samkeppnishæf. Já, sagnir samkeppnishæfar á við það besta. Já. Það er ekki allir sem að vita hverja við erum að tala ég skil það vel að þú notir gælunöfnið þeirra því þetta er náttúrulega bara vinir okkar til langrar sögu en þess að þinn makkari Birkir Jón Jónsson og svo er það Bjarni Einarsson og Matthías Þorvaldsson Sigurbjörn Haraldsson og Magnús Eiður Magnússon. Já, einmitt. Og þú nefnir einmitt sko réttilega að þeir eru að koma aftur inn eftir svolítið hlé sem par, Magnús og Sigurbjörn. Við náttúrulega veittum þeim sérstaka athygli á sínum tíma vegna þess hve ungir þeir voru. Þeir eru orðnir aðeins eldri núna en eru þeir eina helsta von íslensk bridgelífs? Þeir allan eru á þessum aldri sko sem að þeir hafa ennþá tíma til stefnu að verða betri þannig að við hinir erum kannski aðeins orðinir eldri í þessu þannig að og þeir hafa kannski líka það meiri orku og allt það. Og þið Birkir eru þeir einu sem á þessum þremur sem spilið sterkt lauf. Já. Ég sá til dæmis eitt spil hjá Bessa og Magga, Sigurbirni og Magnúsi þar sem þeir melduðu 6 lauf. Mjög skemmtilega eftir opnun á einu grandi hjá öðrum þeirra. Hinn Svarundin átti 4 lit í hálit og 5 lauf. Og það var yfirfært í 4 lit spaða, yfirfært strax í 4 litin á 2 hjörtum. Við gerum það ekki, ég og þú. Við lofum 5 litir það ekki þegar við yfirfærum í hálit eftir opnun á einu grandi. Akkurat. Og hann tók yfirfærslunni og þá kom 2 grönd og þau lýstu 5 lit í lálit og svo komu þarna einhver relay og frekar upplýsingar og neldu 6 lauf sem var á 5 töfitti sem var ansi góð slemma. Þetta var bara eins og töfrabrögð. Já, þetta var ansi flott að ná 5 töfittin. Það var mjög sterkt fitt. Þeir áttu öll spilin í lauf eiginlega. Vantaði bara kóngin eitthvað örsmátt. Já, þannig að það var engin og
En það náttúrulega með, sko, það náttúrulega með þessi kerfi, sko, þú veist, það svo auðvelt að búa eitthvað til og svo kannski kemur það ekki upp í 1 ár eða svo, eða lengur og svo allt í einu kemur það upp. Þá eins gott að báðir aðilarnir muni þetta, sko, þannig að maður þarf alltaf að velja þetta, sko, jafnvægi milli þess að, sko, þróa kerfið á svakalega mikinn og góðan hátt og þess sem að sko, praktískt. Einmitt. Já. Þannig að ég vona að þeir félagar okkar séu að gera þetta á réttan hátt. En já, maður hefst að þessu. Þetta var mikil flækja og niðurstaðan var ánægleg. Já, hún var það. Ég einmitt búin að eiga spjall við Bessa þetta spil. Hann búin að reikna út fyrir mig sko, hvað í rauninni þetta var góður samningur. Hún meiri segja með lögkongnum 4. réttum. Þá voru til mjög góðir sénsar. Ef hinni litirnir brotnuðu þannig. Við erum kannski konið svolítið djúpt núna fyrir þá sem við ekkert hvað erum að tala um. En maður það nú stundum að ræða kjarnabridds spilsins. Það þýðir nú ekki að vera bara í chatinu. En sem sagt, sagnir ykkar voru góðar. Þið voruð á pari við þá bestu í vörn og útspilum og öðru slíku lítur að vera. Vakti árangur litla Ísland sem þarna dúkkar upp í deild þeirra bestu í heiminum aftur eftir svolítið vakti hann árangur? Nei, athygli ætlaði ég að segja. Já, sko, það voru allan margir sem að voru að kasta okkur kveði og hérna, óska okkur til það mikið með þetta og kannski kom þetta á pínlítið ávart, sko. Við höfum ekki endilega verið að gera okkur gildandi með þeirra bestu núna í smá tíma. Sko, það getur verið að sé fleira sem hangir á spýtunni varandi sko gengið. Ég meina, aðstæður voru virkilega góðar. Já. Það þannig að við búum á Íslandi, köldu landi og stundum við að fara þessi mót fram í Evrópu á sumarlagi og það hitabilgi í gangi kannski og í sumum tilfellum ekki jafnvel loftkæling á spilastað. Við þessar aðstæður þá náttúrulega ekki hægt að spila bara vel, skilur, og þá sérstaklega ef maður hefur ekki vanist í að vera í svona miklum hita. Þú lent í mjög vondum spilaðastæði. Já. Það mjög minnist að eins og bara í Törki hérna í Finnlandi 1989 þá var það hérna það var spilað í stórri íþróttahöll og þá voru einhver flóðljós hérna í loftinu og það var að vera kveikt á þeim því að það voru nú ekkert mikið af gluggum hérna og þau hituðu upp svæði svo svakalega að það voru bara allir í svitabaði og menn voru hérna konir bara með einhverja viftur og menn sveifluðu hérna skorblöðunum alveg á fullu eins og blævæng og þannig að þetta var ótrúlegt og við svona aðstæður þá náttúrulega stöndum við kannski Íslendingar verað vígi heldur en þær þjóðir sem eru kannski vanar í meiri hita. En þarna þarna var það þannig að það leið öllum illa líka þessum frá Suður-Evrópu og Það voru aðstæður í Kaupmannahöfn alveg til fyrirmyndar. Já, það var við byggum ekki á þessu spilahóteli en vorum í eitthvað tæplega kílómetri fjarlægð bara í Airbnb við strikið og löbbuðum þetta í 14-15 stiga hita og góðu veðri bara alltaf. Þannig að já, aðstæður voru alveg bara perfekt. Þannig að það má kannski skýra það á einhvern hátt sem hluta af ástæðunum fyrir hvað það gekk vel. Já, en það munaði minnstu að Bessi og Maggi eru við handteknir, ekki satt? Já, það var þannig að það var leiðtogafundur haldinn hérna í Danmörku á þessum tíma og einhverjir af þessum leiðtogum bjuggu á þessu hóteli sem við vorum og það var ekki hlaupið að því að alltaf að komast inn á hóteli því að það var alltaf, maður var spurður, stoppaður og spurður hvað er þetta að gera hérna og allt það
og það voru bara gestir og bridgespilarar sem áttu að fara inn á þetta hótel, sko. En þeir voru og þeir voru einhvern tímann, þeir voru í yfirsettu. Þeir voru sem átti frí eitt leik og ákvaða að labba bara heim til sín, svona til að kæla sig niður og þá lentu þeir í einhverju mótmælagöngu. Og svona á færi þá þóttu þeir, sko, líklegir til að vera atvinnu mótmælendur. Mótmælalegir. Þannig að lögreglan hafði nú afskipti af þeim, sko, stoppaði það og spurði hvaða erindaði væru að fara og báði þeim skilríki. Þeir gátu nú ekki framvísað þeim, en mér skilst að Maggi hafi dreigið upp, sko, bridge-skorblað og sagði, ég er að spila bridge og þannig að, já, svo er það nú góðlegi menn, sko, þegar þeir tala við þá, þannig að löggan sleppti þeir nú. En skorkort sem skilríki. Já. Pappa henni bridgearinn bara alveg fram í neglur komin. Finnst þér þetta ekki fyndið? Jú, mér finnst þetta mjög góð saga. Ok, nei, ég er ekki með skilríki, en ég er með skorkort. Já. Það bjargaði mér. Já. Þetta er frábært. Spiluðu þið jafnt þessi þrjúpur? Já, það var þeir svo að dreift bara alltaf. Já. Og enduðu allir réttu megin í Butler fyrir utan, í þessari fórkeppni, fyrir fjórulegu úrslitin? Bessi og Maggi voru bestir og Bjarni og Matti voru ekkert langt frá þeim. Já. Og við Birkir vorum 0. Þeir voru positífir hinn töpurinn og við vorum 0. Já. Þannig að bara í þessum sal þá er það náttúrulega. Og við vorum alveg, sko, tilbúnir. Það er nú þannig, sko, að stundum eru pörin mismunandi heit, þú veist. Já. Og við vorum alveg tilbúin til þess, sko, að ef að eitthvað par væri í gríðarlegu stuði og eitthvað annað í þá slæmuformi, að þá myndi sko, spilamennska taka mið að því að nota þá stuðkallana meira. En það var þannig að við bara skiptum svo alveg jafnt, því að það var enginn, sko, sem að, þú veist, sem einhvern veginn skaraði, þú veist, sem skaraði fram úr eða, þú veist, í hináttina. Þannig að það bara ákvaðum við að hafa þetta bara jafnt. Já, þannig að bara þetta var, allir voru að standa sig. Já. Og þetta er náttúrulega yndislegur hópur, sko. Við erum allir svo góðir félagar og allt það. En þetta mót, þetta er sennilega einhverja bestu aðstæður sem ég nokkur sinni. Ég ætla bara að segja það. Þetta eru bestu aðstæður sem ég spilað bridge við. Stórir, rúmgóðir og bjartir salir og góð hljóðvist allan hátt og ef maður satt yfir eða ef maður var í fríi þá voru hægindi út allt sem maður gat, sko, hvílt sig í og það var þarna, sko, náttúrulega veitingar sem voru lágu frammi alltaf, sko, milli umferða og þannig að spilaaðstæður voru frábærar og það var einhvern veginn svo góður andi yfir þessu, sko, þráttur að þetta væri nú svona sterkt mót og stundum í þessu sterkum mótum þá hafa menn verið að reyna að nota, sko, lögin sér til framdráttar ef einhver gerir eitthvað af sér, sko, eitthvað smá, eitthvað brot, eitthvað bridgesinum að þá er verið að kalla keppnisstjóra og eitthvað. En það var bara ekki, það var ekkert svoleiðis. Og keppnisstjórarnir voru mjög, sko, vinsamlegir og alveglegir, sko, og þeir, sko, þó að tímamörk held ekki, menn átt að klára leik kannski fyrir einhvern ákveðin tíma. Einhvern tíma þá, sko, þá var voru mínir félagar, Bjarni og Matti, þeir voru bara ekki búnir að spila og næsta umferð var að byrja, sko. Það var búið hliðið á milli líka og þeir voru enn spilandi. Þannig að við verðum bara að fara, ég og Birkir, inn að spila, sko, og gátum ekki gert upp leikinn fyrir en það var engin refsing sem kom fyrir þetta. Það var engin sekt. Þannig að þetta var bara andrúmsloftið.
enda eins og með þennan hóp sko, þennan hóp af þessum sterkur spilurum þetta hópur sem að sko hittist frá mikið þetta eru bara góði vínir sko og þú ert ekki alltaf við britsborðið, þú ert líka að fara bara út að borða með þessum hóp og hitta þetta þannig að þetta er orðið svona þetta er bara orðnir vínir raunverulega. Mér dettur líka í hug sko að þið ávinnið ykkur náttúrulega virðingu annarra sterkra spilara, erlendra spilara með góðum árangri eins og núna og það hjálpar manni alltaf sko að bæði þegar kemur að keppnisstjórn síðar þegar kemur að möguleikanum hvernig hinir gíra sig upp gagnvart manni sjálfum sem andstæðingar ekki satt? Jú, ég meina það er ég meina maður skapar hérna sem sagt þetta vinsamlega viðhorf gagnvart hver öðrum og ég held að við Íslendingar séum bara mjög vel sko, þokkaðir í þeim Já, og sko ef maður hefur það á tilfinningunni ef hugmynd manns af pari sem maður er að fara að keppa við er að þarna séu miklir jöfrar og þeir var sýnt manni að áranguslega að þeir eru mjög góðir þá finnst mér alltaf að það séu aðeins minni líkur á að ná í sínu besta fram. Það er svona mín persónulega skoðun og það er svona held ég að sko orðspor og virðing og það að ná svona góðum árangri. Ég held að þið hafið þið mögulega muni njóta þess bara í næsta skipti sem þið takist á við þessa gæja sko. Ég segi gæja. Það voru nokkra konur á þessu britsmóti samt og nokkrir ungir ekki satt Jú, það var þarna úlingalið frá Danmörku meðal annars Já, einmitt, virkilega gaman að sjá það Já, Danirnir virðast kunna þetta að vekja áhugann hjá unga fólkinu í britsinum það standa mjög vel að því Já Hér höngum við alltaf bara Hjördísi Eyþórs sem er búin að búa í Bandaríkjunum í marga áratugi svona í þessum klassa er það ekki? Er einhverjar aðrar? Einhverjar aðrar konur? Nei, hún er náttúrulega kannski svo lang besta og þekktasta og þetta er náttúrulega mjög áhugavert hvað henni hefur gengið vel það er magnað En hún var svo sem að vinna öll þessi mót hérna heima áður en fór út þannig síðast eða ekki kannski koma henni á óvart Hallveig, er það keppi hjá þér að verða betri en Alli og vinnan á hverju einasta móti eftir nokkur ár? Það væri gaman Já, ég man eftir sko og svo fyndi þegar maður er svona nýr að spila hvað maður verið stressaður þegar maður fyrir að spila við þessa góðu kalla og ég man eftir ég var svo stressuð þegar ég spilaði einhver tíman á móti alla en sem er samt svo Var það í fyrsta skipti þá? Já En minna stress næst eða hvað? Já, ég meina hann er svo góðu kalla að maður þarf ekki að vera stressaður en það er samt svona í manni þegar maður er svona nýliði þá stressast maður upp þegar maður veit að þeir eru svolítið góðir sem maður er að fara að spila á móti. En undir rólegu og gæðalegu yfirborði býr villidýr, aldrei gleyma því. Nákvæmlega. Já, en þetta er sko, það er gaman að heyra þessar tvær sögur ykkar og svona þú að deila með okkur reynslunni að það hefur verið í einhverju sterkasta móti bara sem hefur verið haldið og við að ræða svona krútlegt, félagslegt mót fyrir austan að eins og ég sagði áðan að Bridge-húsið íþróttin, hópíþróttin hefur margar vistarverur og það er hægt að nálgast spilið frá svo ólíkum sjónarhornum en kannski bara svona aðeins bara kæra þakki fyrir að vera með mér í þættinum en kannski aðeins í lokin Hallveig með þig svona þegar þú veltir fyrir þér hvað það er við bridgespilið sem að þér finnst svona sjúklega áhugavert og spennandi hverju svarar þau?
Sko, mér finnst það eiginlega að vera svo staðreind sem ég vissi ekki áður en ég byrjaði að spila bridge, að einn leggur upp spilin sín. Já. Þú veist, það er svo ótrúlega magnað. Já, Af því það er ekkert gert í... Miðað við hinslagaspilin. Já, og það er bara ein hönd sem allir sjá. Já. Það er svo athyglisvert, sko. Já. Þá fer að stað öll þessi starffræði og öll þessi leikvim í hausnum á manni. Já. Með útilokunar aðferðirnar og allt það. Já, einmitt. Nei, það finnst mér... Og það er svolítið gaman einmitt, að spila úr þegar þú... Já, þannig, Þetta er þetta er einmitt mjög áhugavert og sýnir sérstöðu briddsins. Það er einmitt þetta að leggja niður blindan. Já. Og það er svo áhugavert sem sagt að sko, Sagnafi, hann veit samanlagðan styrk. Já. Hann veit hvar veikleikinn er, hann veit hvar hann er sterkur. Hann bara veit það. Já. En sko, varnarspilarinn sem að horfir á sína hönd og hendi blinds, hann hefur ekki allar þær upplýsingar, þannig að hann þarf að komast að því þegar líður á spilið sem sagt. Já. Og hann fylgist á með því hvað makkar hans gerir upp á það hvernig myndan fær af þeirri hendi og hvernig hann á þá að spila vörnina. Já. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Já. Og við erum með nýtt tækifæri svolítið sem kennslutæki í þessu, kannski fyrir byrjendur og þá sem ekki allt og langt komnir með þessum lýsingum, þannig að ég var að minnast á hana úrvalstildina og rafíþróttir Símans á föstuskvöldunum, að þar hafa lýsendur einmitt verið að svona færa heim í stofu alls konar tæki, samskiptatæki, merkingu þess pippana, hverju setur hann hátt en ekki látt og svo framvegis. Er það ekki tækifæri? Jú. Að maður notar raunverulega spilin sko maður náttúrulega má ekki segja eitthvað uppátt ég vil á að spila í hjarta. Nei. En ef maður setur lágt spil í hjarta þá verður maður að segja raunverulega það sem maður hefði getað sagt uppátt eða mátt ekki segja uppátt sem sagt, spilaðu í hjarta. Þannig að sko maður þarf að nota aðrar aðferðir, ekki þessa munnlegu. Það verður aðeins flóknara. Reyna að útrýma tilvílana þættinum og vera með kerfi. Það er ein leiðin til þess að lýsa því. Af því að maður getur náttúrulega grísa sig á eitthvað ef maður veit aldrei hvað maður er að gera. Maður bara spilar einhverju. En þannig er bridgein ekki. Nei, aldeilis ekki. Við viljum hafa kerfi. Já. Við viljum vita hvað við erum að gera. Já. Það það má segja það. Nú er það til dæmis eins og margir í vörn spila bara út margir sem eru óreyndir, skulum orða það þannig, spila oft bara út ásum, óstöddum ásum. Þeir eiga ekki kónginn bakvið þannig svoleiðis, heldur bara eiga ásinn annan eða ásinn þriðja eða fjórða og slengja þessu út sko, á meðan að við svona þessi sem eru reynslu meiri að við viljum sko taka kónga anstæðingarna með ásunum okkar, þannig að við erum ekki fórnaðum bara til svona sko. En það að spila ás svona út, það getur oft einfaldað vörnina að því leyti ef þeir hitta á drauma stöðu og kannski á makkir þeirra kóngin og kannski taka þar hann einhverja slægi og allt í lagi með það. En sko svona til langfram að þá tapa meira á því heldur en græða sko. Veist, það er ólíklegt að þið græða á því sko. En þetta einfaldar vörnina og kannski er það ástæðan fyrir því að margir óreyndir spilarar spila út þessum ásum. Og þetta tekur langan tíma yfirleitt að þá hæfni að átta sig á því svona á áhættumatinu hvaða útspil er líklegast til þess að gefa ekki neitt, gefa andstöðinni enga hjálp. Og hvernig ert þú í útspilunum, Arlaug? Ég held ég sé alveg þokkalega í þeim sko. Ég held það. Já. Heyrðu, það er við erum bara búin að sitja hér í næstu í klukkustund. Það er búið að vera mjög skemmtilegt að fá ykkur í heimsókn og líflegt vetrarstarf framundan sem að
eskalerast svo í einhvers konar hápunti þarna í janúar, segja margir, þótt þá sé nú eftir Íslandsmótið í sveitakeppni sem að jú, mánu færi rauk fyrir því að sé stærsta mót ársins, svona fyrir einlegt brittstarf, en sem sagt janúar er skemmti mánuður því að þá ætlar þú til dæmis allir bæði að spila á öðru svona VFBT stórmóti og líka taka þátt á Brittshátíð. Mótinu góða í Hörpu. Já, það verður ein Brittsvika, ein vika af Britts, það verður ekki slæmt. Gerir ekkert annað í eina vikuna að spila Britts. Ætlar þú taka þátt? Já, ég held það. Ég þarf að tala við föðurbróður minn og aðtuga hvort að við ekki mæta. Já, á Brittshátíðina. Já. Reykjavík Open, það er hægt að fá upplýsingar þetta á internetinu. En Aðalsteinn Jörgensen, kærar þakkir fyrir komuna. Hallveig Karlsdóttir, kærar þakkir fyrir komuna. Takk. Já, og þá er ekki annað að gera en að bara þakka ykkur líka, kæru áhorfendur og hlustendur. Við verðum hér aftur eftir 2 vikur. Verið sæl.